Á Þorvaldseyri hafa bændur nú byrjað að framleiða lífdísil úr repjufræjum af ökrum búsins til að minnka þörf fyrir innflutta olíu. Þetta fræin, þetta repjan og það 30% olía í þessum fræjum. Þó það virðist ekki vera olíukennt. Nei, þetta virkar með þurrt. Þegar hann farið í gegnum þessa pressu eins og sér. Já, hérna olían að lekka af fræjunum og niður í tanki. Já, þetta nýtist allt, fræið, hratið sem kjarnfóður og olían á vélarnar. Það ekki til spillis. Þetta biodísilvél sem aðskilur glýseról úr repjólu sem við framleiðum sjálfur og gerir hana þannig þunnfljótandi og þannig að hún gangi á allar vélar sem við erum með á búinu, bæði nýjar og gamlar. Það svolítið skíturskökku við að vera að framleiða olíun út á akri í staðinn fyrir að flytja hana milli landa. Heldur að verði í lagi með traktorinn fyrir þetta? Alveg öruggur með það. Það verður með þess að þýðar í gangur og svo verður lyktar öðruvísi, eins og bökunarlykt. En þetta allt saman öfulega eins og þegar séð núna í dag. Náttúrulega tilraunastarfsemi, en það var einhvers stað að byrja. Og ef þetta sýnist vera áhugavert, hvers vegna ekki þá að stuðla að því að fleiri fari í þetta og gera þetta á stærri skala og nota landið.